Ágæta sjálfstæðisfólk, það þekkja mun og væntanlega ekki allir hér en fjölgar sem betur fer þeim sem þekkja mig. En ég hef sérst unnið af málefnum sveitarfélagi 15 ár og alltaf á landsbyggðinni. Síðast var ég sveitarstjóri í Rangárþingi Ytra. Ég fengi góða og verðmæta reynslu úr þessum störfum sem ég vil núna nota í Reykjavík. Hér ég fæddur og uppalinn og hér vil ég eiga heima. Mér finnst það mjög ánægjulegt að sjá hversu samhöfð við frambjóðendur erum. Við erum eiginlega öll með sömu mál, sömu áherslur og sömu leiðir. Komum betur að því seinna. Því allt snýst þetta forgangsröðun í mínum huga. Forgangur númer 1, 2 og 3 er að taka á fjármálum og rekstri borgarinnar. Án þess verður ekkert annað gert. Við verðum að hafa efni á því að gera vel. Það verður ekkert skemmtilegt eða auðvelt að leggjast yfir bókhaldið. Það þekki ég. Það þarf að skoða hverja einustu færslu og spyrja, eigum við að eyða í þetta eða ekki. Það getur ansi mikið safnast utan á sveitasjóð, fita og froða eins og það er stundum kallað. Þetta verður erfitt og kannski flókið að fara í þessa vinnu, ég þekki það, en það þarf samt að gera það. Þetta er leiðindaverk að ég treysti mig til að fara í það. Það er ekki hægt að bíða og vona allt lægist að sjálfu sér. Og það er ekki hægt að segja að hagræðing og niðurskurður kom ekki til með að hafa neinn áhrif. Það er ekki þannig. Ég vil fara vel með það sem ég á og enn betur það sem aðrir eiga. En best með það sem mann er trúað fyrir. Þannig er ég. Ég vil fara vel með sveitasjóð eða borgarsjóð, nota peninga almennings íbúana vel. Ég vil ekki eyða í vitleysu. Því miður gerist það allt og oft að sveitasjóður eru að borga fyrir alls konar vitleysu. Hvernig heldur fólk að það sem er borgarsjóð? Reykjavík er 70 sinnum stærra en Hella. Skyldi vera 70 sinnum meira eitt í vitleysu í Reykjavík? Nei. Ég er vissum að það sé 140 sinnum meira eitt í vitleysu í Reykjavík. Það er því að nógu að taka. Það er sem sagt forgangsmál nummer 1 í mínum huga að taka til í rekstri borgarinnar. Á þess verður ekkert gert í hinum málunum, stórum málunum. Við þurfum að eiga vel fyrir því að gera hlutina góða þar. Við þurfum að eiga fyrir því að bæta skólana, skólastarfi sjálft, skólabyggingarnar sem ekki fengi viðhald. Við þurfum að efla hverfin, hinn fjölbreyttu og ólíku hverfi í borginni. Það vilja ekki allir búa í miðbænum. Við höfum að efla hverfi með því að auka þjónustu í niðum. Þannig að þessi stutt að fara. Stutt að fara eru gæði. Það þekkir maður vel út af landi. Að þessi stutt að sækja það sem maður vantar. Stutt að fara því líka þegar það er fljótlegt að sækja það sem mann vantar. Þess vegna þarf stórt átak í umferðar- og samgöngumálum. En það er fyrst og fremst að horfa í framkvæmdir við stofnbrautir. Ekki bara það að sé mest áríðandi, heldur ekki síður að þær framkvæmdir eru á forræði Vegagerðarinnar og því ríkisins að borga þær að stæðstum hluta. Það finnst sveitarstjórnarfólki áhugavert að láta ríkið borga. Mér líka. Ég vil ekki hatast út í einkabílinn, ekki þvinga umferðinni í íbúðahverfi með tilheyrandi slysahættu og ég vil ekki þvinga fólk til að hjóla. Ég er á móti því að þvinga fólk og refsa. Ég vil engu að síður hvetja fólk til að hjóla og ganga. Ég vil styðja við íþrótt- og æskulýðsstarf, félagsstarf aldraðra og málefni fatlaðra. Gera vel í öllum málum, velferðarmálum, umhverfismálum og atvinnumálum. Ég vil ekki hækka álögur að skatta. Ég vil að gjaldtaka fyrir þjónustu sé í hófi. Við getum ekki endalaust haldið áfram að senda reikningin út í bæ til íbúana. Já, og ég vil hafa flugvöllin áfram það sem hann er, en það er ennþá stærsta málið. Reykjavík er langstærsta sveitarfélagið, samt er hér ekkert sem heitir stærðarhagkvæmni. Hvernig skyldi standa á því? Áhugaleysi eða bara hræðslega að taka á málunum? Það verður engin vinsæll á að skera niður. Ég er ekkert að leita eftir því að vera vinsæll, ég hef áhuga á því að gera gagn. Mér finnst sveitarstjórnarmál áhugaverð, þar er verið að fást við mál sem standa fólkinu hvað næst. Ég vil nýta reynslu mína og þekkingu og kjark og þor og dug. Það er búið að vera skemmtilegu tími að kynna sig fyrir fólki í Reykjavík. Það er líka gaman hvað frambjóðendur eru samstæða með sömu mál, sömu markmið, sömu leiðir. Það er mjög mikilvægt að vera samstiga. Án þess næst engin árangur. Það þekki ég. Það fylgir engin sundurlausum hópi. Ég vil vera hluti af samstiltum og samhentum hópi. Ég trúa því að Sjálfstæðisflokkurinn vinni traust fólks og náum góðum árangri í kosningunum í vor. Ég vil vinna með góðu fólki og gef því kost af mér á lista Sjálfstæðismanna í prófkjörinu á laugardaginn. Takk fyrir mig.